Herðu ok, þá ætlum við að halda áfram með hennan kafla 3 sem fjallar krafta og nú erum við komin í atódæmi 3.14-3.16 og þá kemur til sögunar núningskraftur. Ok, núningur og núningskraftur verkar á alls stærri kringum okkur. Einfaldast dæmið þetta er úr með einhvern hlut og ef hann fer áfram þá hægist á honum og hann stoppar. Og það er að því það er núningur milli hérna til dæmis stekkjana og yfirborðsins, það er að segja blaðsins. Og þessi núningur hann hægir á hlutum. Ok, nú ég er með fullt af props hérna fyrir þetta sýnikenslu. Nú ef ég er með hlut hérna og ef ég byrja að tosa í hérna hlut þá sjáum við að það gerist ekki neitt. Og það er að því það er núningskraftur sem er að aukast verka hérna milli botnsins og blaðsins. Akkúrat eins og er engin núningskraftur milli þessara GoPro myndavélar og blaðsins, ekki neitt. En leið og ég byrja að tosa í þetta band hérna, að þá byrja núningskraftur að verka hérna og verka á móti. Og ef ég fer meira en núningskrafturinn, þá fer þetta og hreyfist af stað. Þannig að núningskrafturinn er skrifaður sem F-nún og þetta er teiknað sem ör undir yfirborði í gagnstæða stefnu við hreyfingu hlutarins. Það er að segja að ef við erum með kassa og ég tosa hérna í kassan hérna, að þá verkar núningskraftur hérna. Þetta er þessi F-nún. Við getum kallað þetta F-tók, það er verið að tosa í hlutin. Og F-nún og sjá hvernig hann er teiknaður. Hann er teiknaður hérna undir yfirborðinu og hann heitir F-nún. Ok, nú það sem er mikilvægt hérna varðandi núningskraftir er að hann verkar alltaf í gagnstæða stefnu við hvert hluturinn að fara. En ef hluturinn hérna fara til hægri þá verkar núningskrafturinn til vinstri. Og ef þetta er 20 newton þá getur F-nún aldrei orðið meira en 20 newton. Ef að þetta verið 30 newton, ef þetta verið svona, þá er eitthvað mjög athugavert að gerast. Að það sem myndi gerast hérna, ef þetta verið svona, ef það 20 newton að verka til hægri og 30 til vinstri, þá ætti þessi hlutur að fara til vinstri. En hann getur aldrei gert það, ef þú tosar í hlut til hægri, þá fer hann aldrei að tosa meira á móti þér og fara í gagnstæða stefnu. Þannig að þetta gerist ekki, þetta verður max 20 newton. Nú þurfum að rifja upp hérna nokkar reglur hérna, nokkur lögmál. Það er að segja lögmál Newton til dæmis, sem segir bara það að ef að hlutur er kyrr eða á jöfnum hraða, þá er heildarkrafturinn sama sem 0. Ok. Þannig að tökum hérna dæmi, förum aftur hérna í þennan kassa hérna okkar og segjum að þessi kassi sé hann er kyrr. Ok, það þýðir að okkar F-nún, það þýðir að heildarkrafturinn er 0. Þetta þýðir heildarkrafturinn er 0. Og það þýðir að krafturinn til hægri er jafn stór og krafturinn til vinstri. Það er það sem þetta þýðir. F heild saman sem 0, krafturinn til hægri jafn stór og krafturinn til vinstri. Þannig að F-nún var hérna 20 newton. Hluturinn var kyrr. Eða ég get sagt kyrr eða á jöfnum hraða. Ok, nú ef að segjum að F heild sé 20 newton þá fær hlutur hröðun samkvæmt þessu hérna í lögmáli Newtons. Þannig að heildarkrafturinn sem verkar á hlut jafngildir massa hans í kílóum sinna hröðunin í metrum og sekúndu í öðru. Ok, þannig að hérna er verið að tosa í hlut
Segjum að þetta séu 40 Newton. Hérna verkar F núll. En segjum að þetta séu 60 Newton. 60 Newton að vera tósi kassan. Heildarkrafturinn 20 Newton. Hvað þá núningskrafturinn? Hvað segið þið? Þið segið hvað? 40? Já, það rétt hjá okkur. Hann 40. Ef þetta 60, þá lítur 40 að verka inn á móti, svo að heildarkrafturinn sé 20 Newton. Ok? Þannig að núningskrafturinn verkar svona. Ef við tökum einhver dæmi hérna. Skoðum hérna dæmi, hvað sagði ég? 3.14 til 3.16. 3.14 lítur svona út. Það sem tósari kassa sem vegur 30 kg með einhverjum krafti. Þá fer kassin á jöfnuhraða til hægri. Ok, þarna strax eigið þið að spotta þetta. Þarna stendur að kassin fer á jöfnum hraða. Ok, þetta segir mér að heildarkrafturinn sé 0 Newton. Ok, þannig ef ég skoða þessa mynd hérna og ég sé ok, það verið að tósa hérna með 15 Newton til hægri, að þá veit ég strax þetta hérna hlýtur að vera 15 Newton líka. Þetta sama sem 15 Newton. Af því að heildarkrafturinn 0. Og af hverju heildarkrafturinn 0? Jú, að því að hann fer með jöfnu hraða. Þannig að hröðun kassans 0. Þetta ekki neitt trick question. Hröðun kassans bara 0 af því að hann fer á jöfnu hraða. Heildarkrafturinn sem verkar að kassan hann 0 af því að hann fer á jöfnu hraða. Hversu mikil núningskrafturinn hann 15? Það var svona nokkuð gefins. 3.15 hérna. Kassan á myndinni vegur 10 kg og fær hröðuna 2 metra á sekundu til hægri. Hversu stóri heildarkrafturinn? Þá þurfum bara að rifja upp þetta lögmál. Heildarkrafturinn m sinnum a. M 10, a 2. Það þýðir að heildarkrafturinn 20 Newton. Og þá getum við séð hérna hversu stóri krafturinn til hægri. Jú, ef þetta 10 og heildarkrafturinn 20, þá lítur þetta að vera hvað? 30 ekki satt? Já, af því að 30 mínus 10 verður 20. 3.16, hver jafnandreiknuð þyngdarkraft? Þið getið leitað á því fyrir kaflanum eða bara sé hvað ég að skrifa niður núna. Síðan hérna, ef hlutur kyrrir á jöfnuhraða þá heildarkrafturinn sem verkar á hann hver. Við erum búin að fara með þetta. Ef kassi kyrr á láréttu fleti, hvaða 2 kraftar verka á hann? Það alltaf einn kraftur sem verkar alltaf. No matter what. Það þyngdarkrafturinn Fg. Og því sjáu það eitthvað sem snertir hann að kassa hérna. Eitthvað sem snertir hann að kassa, það gólfið. Og ef gólfið snertir hann, þá það að ýta á hann. Og það að ýta á hann með sem krafti sem kallast F3. Og sem ef að heildarkrafturinn ekki 0 þá reiknum við hröðu með hvaða jöfnu það jafna sem ég var að gefa hérna rétt á undan.